Hér í Vaglaskógi eru nú að finna allsvakalegar timburstæður og mér skilst að það hafi aldrei áður verið fellt jafn mikið af timbri í einu í norðlenskum skógum. Já, hvað kemur til? Já, ástæðan er svo að við getum núna selt þennan við til Elkem á Grundartanga og auk þess þá höfðum við aðgang að eða gátum fengið grísunavél til þess að grísa þessa reiti fyrir okkur, þannig að við bara kýldum á þetta. Og þið eru búin að standa í þessari vinnu í allt sumar? Já, þeir grísuðu þetta með grísunavélinni núna í júli og síðan var mitt fólk í því að keyra át núna í það bil 2 mánuði til þess að ná þessu efni út og það gekk bara allt saman vel og áfallalaust fyrir sig. Og hvað er þetta mikið timbur? Þetta virðist vera gríðarlega mikið. Já, þetta eru 3 stæður hérna á þessum stað og hér eru svona það bil 1100 rúmmetrar svona í utanmáli og þetta er svona það bil 2/3 af því sem við grísuðum hérna í skóginum og síðan voru grísaði Skortafélag Eyfirðinga líka en í Eyjafirði, þannig að samtals gæti þetta verið svona 700-800 rúmmetrar í lausu sem voru grísaðar núna í haust, eða sumar og haust. Og margir af þessum reitum sem að þið voru að grísa hér í Vaglaskógi, já, þeir hafa ekkert verið grísaðir áður eða? Já, svona stærstur hluti þeirra. Sumar þeirra var þá búið að grísa þess áður. En þetta er sem sagt, við getum sagt að við erum að grísa þessa reitin í fyrsta skipti og við erum svona að taka út úr þessum reitum svona slakari viðin og skilja betri trén eftir, þannig að þegar við komum aftur síðar þá höfum við betri skó til að grísa sem við getum notað mögulega í borðvið og annað slíkt. En þetta er algjör bylting þessi grísunarvél. Þetta var sem sagt áður bara gert í höndunum? Já, áður var þetta og enn auðvitað er þetta gert með mótorsóg en þessi grísunarvél hún hjálpar okkur geysilega mikið í þessari grísun hérna sem við erum í á svæðinu. En maður spyr sig samt, já, hvernig fer samt þessi grísunarvél með skóginn? Nú er þetta stórt og mikið tæki. Já, þetta þó að þetta sé býsna stórt tæki, þá er þetta ótrúlega netta græju líka sko og ef þetta er flinkt fólk sem að stýri þessu þá sjást nánast engar skemmdir á skóginum og það er bara raunin hér. Það eru nánast engar skemmdir á skóginum og litla skemmdir á slóðunum sem að liggja í gegnum reitina, þannig að við getum bara verið sátt við þetta hérna. Þið munu nýta ykkur þessa grísunarvél aftur? Það finnst mér bara, það er svona nánast öruggt mál en við skulum svona sjá svona þegar við gerum upp þetta dæmi. Nú eru þessum við sem að hérna er keyrt suður á Grundartanga og til Elkem og verður kurlað þar og svo þurfum við bara að gera upp hlutina og sjá hvað við gerum svo í framhaldinu, en mér finnst það frekar líklegt. Hvað er annars framundan hérna í skóginum? Fer ekki að verða komin tími á að ná í jólatrén? Jú, við ætlum að reyna að skella okkur í þann á næstu 2-3 vikum. Við viljum helst bíða með þetta eins lengi eins og hægt er en snjórinn, ef það kemur einhver verulegur snjór þá þurfum við bara að skella okkur og ná í þau. Þið hafi verið svolítið óheppin hérna undanförnum árum, hafi þurft að vera að ná í það í kafi í snjó? Já, þeir hafa lent í vandræði með þetta síðustu 2 vetur. Það er alveg geysilegur snjór sem hefur komið hérna snemma, þannig að menn hafa ekki getað náð jólatrjám á þessum hefðbundnu svæðum. En síðan sækjum við reyndar hérna inn á svæði líka inn í Eyjafirði sem getur svona bjargað okkur einhverju leyti, en við erum samt sem áður ekki að taka eins mikið, ekki nema að brota þeim trjáfjölda sem við erum að taka núna í dag með það sem var hér áður fyrr sko. En svo er náttúrulega ýmis önnur verkefni sem að bíða okkar sem að hafa sett til að hakan.